Jæja, skulum líta hérna á bara eitt og eitt dæmi, svona því að tími gefst. Tökum núna bara dæmi 7 og þessar reglur koma fyrir aftur og aftur, þannig að það er ágætt að fara í gegnum það svona. En þarna sjáum við hálfhring og svo er sagt að þessi þríhyrningar þarna, sem við sjáum þeir eru 3, rauður, grænn og blár, að þeir eru innritaðir í hálfhring, að þeir snerta, hornpuntarnir snerta sem sagt hringinn eða hringverlin. Og þannig verður það prófa upp á reglu sem heitir regla Þalesar og hún segir bara að regla Þalesar segir að ef að þríhyrningur er innritaður í hálfhring þá er þetta hérna horn alltaf 90 gráður. Það er að segja þá er þríhyrningurinn réttindur og það er aðeins þetta horn sem getur greina því það er stærst, þessi hér verður lítil. Og það er ekki erfitt að sjá þetta bara í eitt skipti fyrir öll, þú að sjá geta að prófa með tölum líka. Og hérna er til dæmis þetta dæmi 7 og ef við tek bara fyrir eina hliðana með blýant sem þetta sé A og B og svo svæljum við bara punkt að handahófvegs þar hér. Þetta er punkturinn C og svo er þetta litið misjant bara hvernig menn venja sig á að tákna horn. Ég er nú alltaf að nota tilsvarandi gríska bókstafi. Hérna er stóra A, hann táknar punkt og gríska alfa táknar þá tilsvarandi horn við hornpunktinn. Hérna er þá beta, gríska bið og hér er gamma, gríska síð. Og við ætlum að sjá að það er alveg sama hvar við hefum dregið þennan punkt upp, þennan punkt C hér og jafnvel hérna niðri, að þetta horn gamma verður alltaf 90 gráður og þess vegna er svarið þarna alltaf 90 gráður. Og við þurfum bara eina hugmynd til þess að græja þetta og það er, hér er miðpunktur hringsins, miðstrengurinn liggur í gegnum hann, miðstrengurinn heitir hérna AB og það er átt að sjá því að sér hver hringur hefur geisla og þar með vitum við að þetta hérna strika, þetta rauðstrik þarna, er geislinn eða lengd hans og við köllum það R, svo oftast er notað til þess að tákna radíus eða geislarhrings og þetta er þá líka R og hér er þá líka R, hver sem geislinn er. Og það er oft bara þægilegt að hugsa R saman sem 1, þetta er bara hringur með geisla 1, en það skiptir ekki máli þegar nú erum við hugsa horn. Og það sem að gerir það að verkum að nú er þetta list er það að þetta horn alfa það ákvarðast af alltaf þessum 2 línum, hvernig það er lennast og við sjáum að þessi þríhyrningur hér, hvernig það er bara O, þennan punkt, að þríhyrningur A, C, O og svo heim aftur í A, hann er það sem kallað er jafnarma. Það eru 2 hliðar í honum sem er jafnlangar, það eru 2 hliðar jafnlangar, þriðja er eitthvað lengri eða eins og er teiknuð. Það þýðir að hann hefur 2 horn jafn stór. Þetta horn þarna verður að vera alfa líka, þetta á móti. Og það er sama með hinn þríhyrninginn þarna sem við getum kallað C og B. Að þetta hérna horn er það nokkrar jafn stórt og betur. Og þegar við núna skrifum út öll hornin sem er í þríhyrningnum, sem þetta segir bara hornasumma þríhyrningsins, sem að heitir ACB, það skiptir ekki máli hvernig maður skrifar, eða telur upp hornpunta þríhyrningi, þú hefur maður skrifa ABC eða CBA, allt þetta sami þríhyrningurinn. Já, hún er bara, og skrifum þetta upp. Það er alfa, byrjum á henni, svo hérna uppi, aftur alfa
Svo erum við komin hingað beta og við klöfum þetta horn gamma upp og svo aftur beta. Þá erum við búin að mæla öll hornin í þríhyrningnum og þetta á að vera samkvæmt reglu 180 gráður. Ég skrifa yfirleitt ekki gráðurnar. Og þetta er sem sagt, þetta les maður þá er 2 alfa pluss 2 beta 180 gráður. Og þá getum við deilt með 2 eða sýnt 1 skref enn hérna. Það er 2 sinnum alfa pluss beta er 180 gráður og þá er alfa pluss beta helmingurinn á 180 gráður. En það er nákvæmlega það sem að gamma var alfa pluss beta. Og það er alveg sama hver við höfum valið punktinn C að við fáum alltaf réttinda þríhyrning. Þetta er sem sagt regla Þalesar. Hann uppgötvaði þetta þegar hann var í Egyptalandi að skoða smíð píramídana fyrir meira 5.000 árum. Svona. Regla Þalesar er svona. Þríhyrningur innritaður í hálfhring er réttindur. Þá getur þú svarað þessum spurningum bara beint. 90 gráður, 90 gráður, 90 gráður. Svo sendið þið bara næsta M8 og reynir kannski að skýra út hvað er að gerast og búa til reglurnar svona bara í leiðinni og svo myndir þú æfa þig á reglunum.